Góðan daginn, kæru bæjarfulltrúar, verið velkomin á fundum í 491 hjá bæjarstjórn Grindavíkur, síðasta bæjarstjórnarfund ársins 2018. Haldinn hérna í bæjarstjórnarsalnum þriðjudaginn 18. desember og hefst núna rétt rúmlega 1700. Forseti óskar eftir heimild til að byrja með til að taka mál á dagskrá með afbrigðum sem 15. mál og það ályktun samgöngumál og eru komið með það inn í gögnin hjá okkur. Til þess að taka mál upp þá þurfa 2/3 atkvæði af bæjarfulltrúum, þannig að þurfum að kjósa það mál, þeir sem eru hlynntir því að taka upp þetta mál með afbrigðum, vinsamlegast réttu upp hönd. Það eru 4 atkvæði þeir sem eru því mótfallnir og einhvers sem setur hjá. Já, þannig að það eru þá 4 með, 2 á móti og 1 sem situr hjá. Þar með bæjarstjóri það ekki rétt hjá með það málið, víst að það er 1 sem situr hjá, hlýtur þá ekki, við skulum aðeins bara kanna til að vera alveg 100% á því. Fari í reikni formúluna. Já, akkurat. Það þurft einnig viðbót, þannig að þetta mál verður tekið upp þá síðar. En þá dagskráin, það fyrsta mál. Það endurskoðun aðalskipulags Grindavíkur 2010-2030. Það var tekin fyrir skipulagslýsing, breyting á aðalskipulagi Grindavíkur og svo framvegis deiliskipulag miðbær, hafnasvæði og gamli bærinn. Breytingi gerir á fyrir breyttri landnotkun á reit við Verbraut og stækkun hans vegna fyrirhugaðar uppbyggingar. Eftir breytingu verður núverandi reitur fyrir hafnsækna starfsemi að athafnasvæði. Reitur fyrir samfélagsþjónustu verður eftir breytingu að verslun og þjónustu og mun sá reitur minnka. Setti verða skilmálar að núverandi starfsemi verði áfram heimil á svæðinu. Breytingin í takt við núverandi landnotkun á svæðinu. Skipulagsnefnd hefur samþykkt lýsinguna og einnig hefur hafnarstjórn tekið hana fyrir á fundi hafnarstjórnar án aðstoðarsemdar. Þannig að þetta nú lagt bara fram hérna til atkvæða þeir sem eru samþykkir endurskoðun aðalskipulags Grindavíkur. Ef einhver vill orðið þá ráðið frjáls, þá erum við fyrir í atkvæðum þetta. Einhverja spurningar? Já, akkurat. Þannig að þeir sem eru samþykkir þessi skipulagslýsingu vinsamlegast réttu upp hönd. Og það þá 7 atkvæði gegn engu. Annað mál, það götulýsing, það óskum viðauka, forstöðumaður þjónustumiðstöðvar óskar eftir viðauka á fjárhagsárinu 2018 á fjárhæð 2.732.000 krónur til að fara í nauðsynlegt viðhald á ljósastöðurum vegna óvenju mikilla bílana undanfarið. Bæjar á leggur til við bæjarstjórn að samþykkja viðauka vegna ársins 2018 að fjárhæð 2.732.000 krónur sem fjármagnaður verður með lækkun á handbæru fé. Einhverju sem vilja orðið hér? Ef ekki, þá bara þeir sem eru samþykkið því að þessum viðauka vinsamlegast réttu upp hönd og það eru 7 atkvæði gegn engu. Þá komið að 3. máli. Það þjónustumiðstöð aftur og það þakklæðning. Forstöðumaður þjónustumiðstöðvar óskar eftir að flytja fjárheimildir af árinu 2018 yfir árið 2019 að fjárhæð 4 milljón króna til viðhalds á þaki Hafnargötu 34. Og árinu 2018 hafa ekki fengist verktakar til þessara hluta. Auk þess óskað eftir til viðbótar 6 milljónum króna til framkvæmda árinu 2019. Nú bæjarráð leggur til við bæjarstjórn að samþykkja viðauka við fjárhagsáætlun ársins 2019 að fjárhæð 10 milljónum króna sem fjármagna verður með lækkun og handbæru fé. Einhverjir sem vilja tjá sig þessar framkvæmdir sem framundan eru? Ef ekki, þá bara greiðum við atkvæðum þetta. Þeir sem eru samþykkir þessu, vinsamlegast réttu upp hönd og það eru samþykkt með 7 atkvæðum gegn engu. Það 4. mál, það mat á áhrifum fjárfestinga, samanber grein nr. 66 og 67. grein sveitarstjórnarlaga. 67. greinin kveður á að meta skuli sérstaklega af sérfróðum aðila sem ekki tengdu sveitarfélaginu áhrif einstakra fjárfestinga á rekstur og efnahag sem nemur hærri fjárhæð en ca. 20% af skatttekjum á yfirstandandi reikningsári.
PricewaterhouseCoopers var fengið til að meta áhrif framkvæmdanna og er niðurstaða þeirra að fjárhagsstaða sveitarfélagsins ráði fyllilega við þá fjárfestingu sem fyrirhuguð við nýja leikskóla og viðbyggingu við hópskóla. Það er sem sagt ef við færum út í kostnaðar frekar þar framkvæmdir að þá uppbyttir bærin vel þessi skilyrði sem í sveitarstjórnarlögunum. Þetta er bara lagt fram með það ekki, þetta er eitthvað sem þarf að greiða atkvæðum hér. Þetta er bara svona lagt fram við, já, lagt fram, málið lagt fram, já. Akkurat, sko. Já, þannig að ef einhverju sem vilja tjá sig þetta kom náttúrulega bara vel út hjá PricewaterhouseCoopers og hérna, hið besta mál. Ef ekki þá höldum við bara áfram og það er 5. mál, það er áhrif kjarasamninga 2018 og það er beiðni viðauka árinu 2018. Sviðsstjóri fjármála og stjórnsýslusviðs óskar eftir viðauka við fjárhagsáætlun ársins 2018 vegna áhrifa kjarasamninga á árinu. Óskað er eftir viðauka að fjárhæð 20.055.000 krónur sem fjármagnaði verið með lækkun áætlunar launa á starfsmannakostnað deild 21.611 að fjárhæð 19.462.000 krónur og lækkun að handbæri fé að fjárhæði 593.000 krónur. Bæjarráð leggur til við bæjarstjórn að samþykkja viðauka við fjárhagsáætlun ársins 2018 að fjárhæð 20.055.000 krónur sem fjármagnaði verið með lækkun á launalið deildar 21.611 að fjárhæð 19.462.000 krónur og mismunin með lækkun að handbæri fé að fjárhæð 593.000 krónur. Einhverju sem vilja fá orðið? Ef ekki þá greiðum við atkvæði þetta mál þeir sem eru samþykja þessari tillögu bæjarráðs, vinslæðist réttið upp hönd og það eru samþykkt með 7 atkvæðum gegn engu. Nú þá erum við komin í 7. mál. Það er aðalstjórn UMFG, samstarfssamningur 2019 til 2021. Frístund- og menningarnefnd leggur til að samningurinn milli Grindavíkurbæjar og aðalstjórnar UMFG eflingu íþróttastarfs verði framlengdur út árið 2019. Upphæðir hækka 2,908% fyrir utan framlag til barna- og unglingastarf sem hækkar 1.200.000 krónur frá árinu 2018. Aðilar munu setjast niður á árinu 2019 og endurskoða gildandi samning. Bæjarráð leggur til við bæjarstjórn að samþykkja framlengingu á núverandi samningi til 1 árs eða 31. desember 2019 með þeim hækkunum sem frístunda- og menningarnefnd leggur til. Einhverju sem vilja fá orðið hér? Þá bara setjum við þetta í atkvæði þeir sem eru samþykkir þessari tillögu bæjarráðs vinsælast þeirra upp hönd og það eru 7 hendur á lofti og enginn á móti. Þetta skotgengur og við erum komnir í 7. mál og það er beiðni viðauka vegna samstarfssamning milli Grindavíkurbæjar og aðalstjórnar UMFG 2019. Bæjarráð leggur til við bæjarstjórn að samþykkja viðauka við fjárhagsáætlun 2019 að fjárhæð 794.000 krónur vegna hækkunar að samstarfssamningi við aðalstjórn UMFG sem fjármagnar verður með lækkun á handbæru fé. Einhverjir sem vilja fá orðið hér? Nú ef ekki þá legg ég þetta undir atkvæði þeir sem veru samþykkir þessari tillögu bæjarráðs vinsælast réttið upp hönd og það eru 7 hendur á lofti, enginn á móti. 8. mál. Það er Slysavarnardeildin Þorbjörn og það er nýr samstarfssamningur. Samningurum er vísað til bæjarstjórnar og til samþykktar, búið að kynna hann hérna vel í bæjarráði og þeir mættu nú til okkar og fórum vel yfir þetta. Einhverju sem vilja ræða samningin? Ef ekki þá vísi hún til samþykktar, segir þeir sem eru samþykkir honum, vinsælast réttið upp hendi og það eru 7 hendur á lofti, enginn á móti. Og við erum komin í 9. mál, fjárhagsaðstoð. Og félagsmálanefnd samþykkir breyting á grunnfjárhæð fjárhagsaðstoðar, það er hækkun úr krónum 135.000 krónur á mánuði upp í krónur 150.000 krónur. Bæjarráð leggur til við bæjarstjórn að samþykkja tillögu félagsmálanefndar. Einhverju sem vilja tjá sig þetta? Ef ekki, þá vísa þess til atkvæðagreiðslu, þeir sem eru samþykkir tillögunni. Það eru 7 hendur á lofti, enginn á móti. 10. mál, það er Túngata 15-17 og það er óskum viðauka. Lögð fram óskum viðauka vegna starfsemi Túngötu 15-17 að upphæð 3.281.000 krónum. Bæjarráð leggur til við bæjarstjórn að samþykkja viðaukan og hann verði fjármagnaður með lækkun á handbæru fé. Einhverju sem vilja fá orðið hér?
Ef ekki, þá vísa ég þessu til atkvæðagreiðslu, þeir sem eru samþykkja þessum viðauka. Og það eru 7 hendur á lofti. Þá eru konur í 11. mál. Það er slökkvili Grindavíkur, samantekt og áætlun eldvarnar eftirlit. Slökkvilistjóri óskar eftir 340.000 krónum viðauka við fjárhagsárinu 2018 til að greiða fyrir aðkeypta þjónustu vegna eldvarnar eftirlits sem ljúka á fyrir næstkomandi áramót. Bæri á leggur til við bæjarstjórn að samþykkja viðaukan og hann veri fjármagn með lækkun og hann bæri fé. Vísum þessu bara strax til atkvæðagreiðslu þeir sem eru samþykkja því. Það er samþykkt með 7 atkvæðum. 12. mál. Það er kosningin nefndir samkvæmt B-lið 47. greinar, samþykktar stjórn Grindavíkurbæjar og fundarsköp bæjarstjórnar. Þetta ekki varðandi almannavarnar, ekki? Já. Þetta snýst þá að skipa hann Sigurð Ólafsson í almannavarnarnefnd í staðinn fyrir hann Ármann. Og það fórum sér vegna á þeir sem eru bara samþykki því, það er bara rétt upp hendi og það er samþykkt með öllum atkvæðum. Og konur þá í 13. mál, við erum nokkuð snöggur, aðeins ekki. Flott er. Já, 13. mál. Það er endurskoðun sameiginlegra menningarsefnu, erindi frá sambandi sveitarfélaga á Suðurnesjum. Samstarfshópur menningarmál á Suðurnesjum hefur lagt það til við stjórn samband sveitarfélaga á Suðurnesjum að sameiginleg menningarstarfsemi sveitarfélagana 4 verði tekin til endurskoðunar. Frístundar menningarnefnd leggur til við bæjarstjórn að Grindavíkurbær taki þátt í verkefninu. Þannig að einhverjir sem vilja ræða það, leitið þá bara vísa því til þeir sem eru samþykki því. Greiði atkvæða með því og vísa þessu áfram. Og það er samþykkt með öllum greiðum atkvæðum. Þá er að koma 14. máli. Og það er samband íslenska sveitarfélaga. Kjarasamningsumboð. Sveitarfélagin veita samband íslenska sveitarfélaga umboð til kjarasamninga vegna hvers og eins stéttarfélags sem starfsmenn þess eiga aðild að. Endurnýja þarf kjarasamningsumboð til samræmis við núverandi stöðu. Þannig að þetta er náttúrulega, já Fannar, þetta er náttúrulega bara að vera endurnýja umboði í næstu kjarasamningsviðræður, ekki rétt hjá mér og, já. Já. Þannig að bæjarstjórn, já, það felur að samband íslenska sveitarfélaga fullnaðar umboð til kjarasamningsgerðar fyrir sína hönd við tilkynnt stéttarfélög, jafnframt til bæjarstjóra falið að rita undir samkomulag kjarasamningsumboð. Einhverju sem vilja ræða þetta, hans bara vísu þessu til atkvæðagreiðslu, þeir sem eru samþykkir. Það er með 7 atkvæðum gegn engu. Og þá er í raun og veru dagskrá fyrir fundagerðir tæmd, er einhverju sem vilja segja orðið. Að öðru leyti þá, já. Það fólk haldi ekki að þú sitt einn í salnum. Já, takk fyrir það Guðmundur. Þetta það er greinilegt að það er komið jólafílingur og en öðru leyti þá gerum við hlé og rjúum útsendingu en óska jafnframt þeim sem eru að heima horfa gleðilegra jóla.